Þá ætlum við að syngja sálm númer 299. Amen.
nú ætlum við að syngja sálm númer 70. Við skulum biðja. Kæri himneski Faðir, þakka þér Drottinn fyrir þennan hvíldardag, þakka þér fyrir að við getum komið hér svo mörg saman. Drottinn, við vitum að það er ekki sjálfsagt og við söknum þess mikið á mismunandi tímum í ár og í fyrra að geta komið svona saman. Og ég þakka þér Drottinn fyrir að við getum verið hér saman komin til þess að tilbiðja þig og til þess að verða vitni að þinni miskunn og þínu verki í okkar lífum. Ég þakka þér Drottinn fyrir skírnarþegana í dag og það sem þú hefur gert í fyrra lífi, Drottinn. Ég bið að þú blessir þau alveg sérstaklega og þú sért með okkur í dag og þú sért hér til staðar með okkur. Ég bið í Jesú nafni. Amen. Já, ég vil bara bjóða okkur öll hjartanlega velkomin í dag. Það er rosalega gaman að sjá okkur öll og það verður mikið sungið í dag og við erum öll rosalega ánægð að sjá að það verða skírnir og ætlum að áður en við förum lengra í það, þá verða teknar upp gjafir og það er renna til barnastarfsins. Já, fyrirgefðu. Það er fyrst þemasöngur
þessa fyrirlestra og það er salmi númer 384, Gefðu gætur að Jesú. Og þá verða teknar upp gjafir sem renna til barnastarfsins.
allt það sem þú gefur okkur. Takka þér að við getum gefið til því smálefnis. Við biðjum að þú blessir þessar gjafir og margfaldir þær í Jesú nafni. Amen. Þá ætlum við Ester að vera með smá tónlistaratriði. Já, þá er komið að skírnarathöfn. It works in the other one, folks. Well, good morning. Góðan daginn. We're so grateful that you have all chosen to be here with us today. Ég er svo þakklát fyrir það að sjá okkur öll hérna í dag. And thank you for that beautiful Our Lord's Prayer. Þakka þér fyrir hennar fallega söng Faðir vor. We are here together this morning to witness the baptism of 3 candidates. Við erum komið hér saman til þess að verða vottar að skírnum 3 einstaklinga. And we're grateful for their decisions. Og við erum þakklátt fyrir þessa ákvörðun þeirra. It's interesting that Iceland is becoming more international. Það er athyglisvert að sjá hvað Ísland er að verða alþjóðlegt. I think you have all sorts of people here today. Við erum með fólk hér frá mörgum ólíkum þjóðum. I think there's Nigeria, there's Venezuela, Það er there's fólk frá Spain, Venezuela, Spán, Nígeríu and just Italy, yes, and of course the Philippines. og líka frá Filippseyjum, við má ekki gleyma því. There are others, obviously.
Og það eru margir aðrir frá öðrum þjóðum. In fact, just this morning, I was surprised. One of our students from way back in Mission College Og í morgun þá var svo hissa, það var nefandi sem hafði verið hjá mér á Mission College fyrir mörgum árum síðan. showed up this morning Kom hérna í morgun with a husband. með eiginmanni. She didn't have one of those when she was with us. Hún átti ekki svoleiðis þegar hún var hjá okkur. Would you stand so they can at least say hi to you? Til í að standa upp svo við getum They heilsað þér? just are here on vacation from the U.S. Þau eru á ferðalagi hérna frá Bandaríkjunum. And so it's a joy to be together and Þannig að þetta to mikið gleði að vera hér saman. celebrate this wonderful occasion. Til þess að halda upp á þessa dásamlega athöfn. One of the places that I did not mention was Portugal. Nú, einn af stöðunum sem ég nefndi ekki, það var Portugal. And so we have a person from Portugal, Við erum hérna með fólk, einstakling frá Portugal. and of course we have Addis from right home here. Og Aldísi frá Íslandi, hérna. What I'd like to do is ask them to come here and stand with me here. Mér langar að biðja ykkur þrjú að koma hérna og standa hjá mér. You can look at the audience so they can see your glowing faces. Horfið þið fram til þeirra hérna í salnum. I will tell you that they're very nervous Ég ætla að segja ykkur það að þau eru mjög taugaóstyrk and they're hoping I don't ask them to say anything. og þau eru að vonast til þess að þau verða ekki beðin að segja neitt. Is that correct? Það rétt? It's a wonderful thing. By the way, Guti, would you raise your hand, Guti? Gutti, rétt upp hendina. Guti he'd been watching the seminar in Spain. Og Gutti, hann var að horfa á námskeið okkar allarleið frá Spáni. And he texted and said, I want to be baptized. Hann sendi okkur skilabóð og sagðist vilja fá að skýrast. But he hadn't gotten his test results from the airport. Hann var ekki búinn að fá niðurstöðurnar á vellinum. So he's going to be baptized later on. En hann mun skýrast bara eftir skamma hríð. I'm assuming that, correct? Það ætla ég að vona, það ekki, Gutti? He just said Já, yes. hann sagði svona. Amen. And of course, Christina, she Og is Kristjana, also planning to be baptized. hún ætla líka að Is it skýrast. Christiana or Christina? Kristjana. Christiana. And we're delighted that she's also made her decision, and she's going to wait for about 3 weeks. Og Kristjana, við erum svo glöð að þú hefur tekið þessa ákvörðun og hún ætlar að bíða og skýrast eftir 3 vikur. Maybe she'll decide to jump to the baptistry this morning, but anyway, she's going to she plans to wait. And then many others who have made decisions, we're grateful for that. Og margir aðrir sem hafa tekið þessa ákvörðun, við erum svo þakklátt fyrir það. On my left is Isaac. Og hérna hann Ísak. I'm certain that many of you know Isaac. Þið þekkið hann Yes. flest öll. How many of you Thank you. know Isaac? Oh, see that? So they know who you are, Þau vita alveg hver það ert. and they've been watching you. And now this, how many of you know her? Og hversu mörg ykkar þekki Aldísi? And how many of you know him, Victor? Oh, many of you know Victor also. Well, let me tell you something that perhaps you should understand. Mér langar að segja ykkur dálítið sem ég vil að þið skiljið. I had a church member who was a very, very dedicated woman. Já, það var kirkjumeðlimur sem ég átti sem var mjög einlæg. And one day I was talking to the young people, Og einu sinni var ég að tala við unga fólkið and they were asking me, og þau voru að spyrja, does the Bible teach anything about rebaptism? kennir Biblían eitthvað endurskírn? So I said, yes, the Bible has a lot to say about rebaptism. Og ég sagði, já, Biblían tala mikið þetta. But it doesn't use the word rebaptism, it just uses the word baptism. En Biblían notar ekki orðið endurskírn, heldur notar bara orðið skírn. All the Jews who were baptized by John the Baptist were rebaptized. Allir þeir gyðingar sem voru skírðir af Jóhannesi skírari voru endurskírðir. Now you may say, how do you know that, Pastor? Og þá getið þið spurt, hvernig veistu það, prestur? Because you cannot be a Jew and not be baptized. Af því þú getur ekki verið gyðingur nema að hafa skírst. I know because I'm Jewish. Ég veit það því ég er gyðingur. And you have to be baptized as a Jew. Og maður þarf að vera skírður til að vera gyðingur. How many of you knew that? Hversu mörg ykkar vissu þetta? Only a few of you. Bara örfáir. Well, the people in the day of Pentecost, Og fólkið á hvítasunnudaginn, when
Peter preached, Þegar Pétur predikaði the people said, "Men and brethren, what shall we do?" og þá sagði fólkið, bræður, hvað eigum við að gera? And Peter said, "Repent and be baptized." Þá sagði Pétur, iðrist og skýrist. So the fact that they didn't say, "What's that?" Og af því að þeir sögðu ekkert, hvað er það nú? means that they knew what it was. Þýðir að þeir vissu nákvæmlega hvað þetta var. Because they've already been baptized Af því þeir höfðu nú þegar verið skýrðir as Jews, sem gyðingar. but they had never been baptized as Christians. En þeir höfðu aldrei verið skýrðir sem kristnir einstaklingar. So when Peter said, "Repent and be baptized," Þannig að þegar að Pétur sagði iðrist og takið skýrð, then they were baptized again. þá voru þeir aftur skýrðir. So in English we say rebaptism. Þannig að á ensku segir maður, eða íslensku segir maður endur skýrð. But in the Bible you don't find the word rebaptism, you just find the word baptism. En í Biblíunni þá sjáu þið ekki þetta orð endur, bara So orðið skýrð. when this woman I was talking to you about was Þegar- listening, Þegar þessi kona sem ég var að tala við ykkur var að hlusta á þetta, after I had explained this to the students, eftir að ég hefði skýrt young þetta people, fyrir unga fólkinu, she came to me. þá komu til She mín said, "Pastor, I've been listening to what you're saying to the youth. og hann sagði, prestur, ég er búin að hlusta á það sem þú varst að segja við unga fólkið. I need to be rebaptized." Ég vil endurskýrast. I said, "What did you do?" Og þá sagði hann, hvað hefur þú gert? She said, "I didn't do anything." Ég hef ekki gert neitt. She said, "Let me correct that. Og þá sagði hann, mér langar að leiðrétta þetta. What I didn't do Það is sem ég, get baptized when I came into the Adventist church." það var það sem ég gerði ekki, var að ég skýrðist ekki þegar ég kom inn í þessa kirkju, So I said, aðvendkirkjuna. "How am I going to explain to the people that you haven't done anything naughty? Og hvernig get ég útskipt fyrir fólkinu að þú hefur ekki gert neitt af þér? When they see you standing up, they wonder, what does she do wrong?" Og hvað gerði hún rangt? Right? Yeah. And so I said, "Well, I'll fix it. I'll explain to them that in the Bible there is rebaptism." Og þá sagði ég ætla bara að leiðrétta þetta og ég ætla að útskýra fyrir fólkinu að það er til eitthvað sem heitir endurskýrð. All of you know Öll líka viti that Jesus didn't do anything wrong, að Jesús gerði ekki rangt but he was baptized. en hann var skýrður. Is that true? Er það ekki rétt? Yes? And so my sister here has decided to recommit herself to Christ. Og þessi trúsystir mín In hefur baptism. ákveðið að gefast aftur Kristi. What do you say? Hvað segir við þetta? So to this young man, it's his first, En þetta er fyrsta skipti fyrir þennan unga mann hér and I hope the last. og vonandi síðasta skipti. To this man, Og þessi maður hér, he was baptized, I think, 40 years ago. 40 años. hann skýrðist fyrir 40 árum síðan. That's many years ago. Það eru mörg ár síðan. Many years, even before any of you were born. Jável áður en mörg ykkar fættist. And through life, he wandered away from Christ. Og í gegnum lífið þá leitist hann frá Kristi And then the Holy Spirit began to work on his heart. og svo fór heilagur andi að vinna í hjarta hans And he felt God calling him back. og hann fann að Guð var að kalla hann tilbaka And he decided that he wants to be og hann rebaptized. ákvað að hann vildi að hann yrði endurskýrður. And so here we have three different candidates. Og hér erum við með 3 ólíka einstaklinga And we thank the Lord for their decisions. og við þökkum drottni fyrir þessa ákvörðun. We say amen to that. Og við segjum amen. And so we're going to go and get ready because I need to change. Nú ætlum við að undirbúa okkur því að ég þarf að skipta föt And I'm going to ask you, subject to their baptism, og ég ætla að biðja ykkur what does that mean? Subject? before they're baptized, Já, áður en þið skýrast we'd like to take a vote to make them official members of the church here. þá viljum við taka upp kosningu og gera þau að formlega að meðlimum þessa safnaðar. Hey, Christian? Já, það er mikið gleðiefni að þau sé að taka skýrn og við viljum bara leggja það undir söfnun eins og við gerum þegar nýjir meðlimir koma. Þannig ég vil biðja alla þá safnaða meðlimi sem eru með safnaða meðlimskapi sinn hér í Hafnarfirði að réttu upp hönd ef þau vilja samþykja þessa einstaklinga. Guðs Amen. lof. Takk fyrir. Praise the Lord.
All right, so we're Guðs- going to get ready, and Guðs love. you're going to sing, I assume. Já, á meðan þau hafa sér til, það hann hefur sér til, þá ætlum við að syngja sálnúmer 376. syngja sálmur 276, eitt erindi í salm. Let's pray together, shall we? Our Heavenly Father, we want to praise you and thank you that there's joy in heaven over one sinner that repented. And we're grateful for Alice and her decision to recommit and consecrate herself to you. We've asked that you bless her and bless each candidate that's going to be baptized. And bless the audience as they're watching. May the Spirit of the Lord speak to each heart, we pray. In Jesus' name, amen. And my dear sister, because of your love for Christ, your desire to recommit and consecrate to Him, and to ever be His daughter, as a minister of the gospel, I baptize you in the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen.
It's always wonderful to see young people who also decide to commit their lives to Christ. I don't know about you, but it's always better to start life young in Christ than to wait until you're too old and you cannot make the decision. After all, a young tree you can bend, an old tree you can't. And so it takes more power of God to reach the heart. So while you're young, the Bible says, remember the Creator in the days of your youth. So we're rejoicing, Isaac, that you're making your commitment to Him. And as a minister of the gospel, because it's your desire to commit your life to Christ, I baptize you in the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen. Hermano mío, I'm going to say something in portuñol. Es un placer poder bautizarlo. Y un gozo que ha regresado para servir al Señor. Amen. It's a joy for me to baptize you and to see your recommitment to Christ. And so, my dear brother, Victor, because you have decided to return with full heart to Christ, to be faithful to Him, to walk in His laws, to keep His commandments. As the minister of the gospel, I baptize you in the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Bíðum eftir að þau hafi sér til, þá ætlum við að hafa smá söngstund og þá ætlum við að syngja sálm númer 210. Amen.
Næsti sálmur sem ætlum að syngja er sálmur númer 329. Og næst ætlum við að syngja sálmnúmer 1a sem er aftast í sálmabókinni, ef þið eru með sálmabækur. Amen.
þá syngjum við sálm númer 311. What's going on here? We want to give them presents. Okkur langar að þessu gleðitilefni að gefa ykkur þremur sem hafa verið að skýrast gjafir. Mætti ég biðja ykkur að koma aftur upp? We would like to welcome you home and welcome home. Thank you. Við viljum velkoma ykkur í söfnin og heim. This is your home. Þetta nú heimili ykkar.
as mentioned, that there are thousands of angels are rejoicing in heaven over one soul, and you're 3 of you here. Og eins og það segir að þá eru þúsundir englar sem fagna yfir hverja einni sál og þið eru hér 3 samankomin. And we are also rejoicing with them. Við fögnum með ykkur. And I have never seen baptism with clapping of hands, Ég hef ekki séð áður að það er klappað fyrir skýrt. and I'm having goosebumps. Ég er með bara gæsahúð. So I praise God for your lives dedicated to Jesus back again. Svo ég lofa And for Guð you. fyrir að líf ykkar eru nú tilenguð honum. On behalf of the church, we have small gifts for you. Fyrir hönd safnarins þá erum við með smáæðar gjafir fyrir ykkur. Ladies first. Dömunar fyrst. And then a younger one, Maxwell. Svo hennur ungu, Maxwell. And of course, our very special dear brother. Og okkar ástkær bróðir, Welcome home. velkomin heim. Það er ekki alveg, þið losnaði ekki alveg, það eru fleiri sem einnig vilja. You have been welcomed into the fellowship of the Hafnarfjörður Seventh-day Adventist Church, Þið hafa verið boðin velkomin í söfnuðin hér í Hafnarfirði and it's my pleasure to welcome you, of course, also into the fellowship of the Iceland Conference. en það er mín gleði að bjóða ykkur velkomin í kirkjusjöfundarsamandist á Íslandi. And of course, sometimes when we're on our little rock in the middle of the Atlantic, Og svo stundum þegar við erum á litlum stein í Atlantshafinu, we forget about the bigger worldwide church of which you are also a part. þá gleymum við þessum heimskirkju sem að þið eru líka partur af. 21 million baptized members in just about every single country in the earth. Yfir 21 miljón mann sem er skýrð í víðsvegar heiminn, næstu í öllum löndunum. And so that is your bigger family. Það er ykkar stærri fjölskylda. Now, I need to correct Lewis about what he said about Saar. Ég þarf aðeins að leiða þetta eitt. He mentioned that Saar has been baptized twice. Hann sagði að hann hafi verið skýrður 2 svar. He's actually been baptized 3 times. Hann hefur verið skýrður 3 svar. Once was in my living room. Einu sinni í stofunni hjá mér. As some of you may know, Saar is a plumber. En hann er pípulagningamaður. And he was doing some plumbing Hann var að sinna pípulagningum in my upstairs bathroom, á baðinu heima hjá mér. and he decided to step out in faith upon my ceiling Og hann ákvaði í trú að stíga á loftið and fell straight through the ceiling og datt í gegnum loftið into my fish tank below. og inn í fiskikarið fiskibúrið sem var fyrir neðan. So this is his 3rd time. Svo þetta er í 3. skipti. I would like to actually read to you, Mér langar til að lesa fyrir ykkur. just translate what I'm just going to say, because this is when I was in college, Þegar ég var í menntaskóla, we were talking about security, our salvation. þá vorum við að tala það öryggi okkar í frelsun. And I always remember what one of our professors, New Testament professors, said. Og ég man alltaf hvað eitt prófessorinn sagði. He said, if you're ever worried, Ef þú hefur nokkuð tíman áhyggjur, read Ephesians 1 lestu þá í Efesus 1 and change the pronouns. og skiptu út fornöfnunum. And I'm going to change the pronouns slightly differently, but I'm going to read a couple of verses from Ephesians 1. Ég ætla að lesa fyrir ykkur úr Efesus bréfi. I'm going to read it from verse 3 Mun lesa to úr versi 3 til 5. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, Lofað sé Guð, Faðir Drottins vors, who has blessed you Jesú with Krist every spiritual blessing sem Kristur hefur blessað þig með hvers konar andlegri blessun í himnahæðum, because you are united with Christ. því að þið eru saminað í Kristi, Yeah.
Even before he made the world, Áður en heimurinn var grundvallaður, God loved you elskaði Guð ykkur and chose you in Christ to be holy og hefur útvalið ykkur í Kristi and til að vera heilag without fault in his eyes. og vera lítalaus fyrir honum. God decided in advance to adopt you into his own family. Í kærleika sínum ákvað Guð fyrir að veita ykkur sonar og dætra rétt í honum. By bringing you to himself through Jesus Christ. Með því að draga ykkur til hans fyrir Jesú Krist. This is what he wanted to do, Þetta það sem hann vildi gera and it gave him great pleasure. og það gaf honum mikla gleði. You can actually continue reading Ephesians like that. Og það hægt að lesa Efesusbréfið svona. And it's a wonderful affirmation of what God wants for your life. Og það undursamleg staðfesting á því sem Guð vill fyrir líf ykkar. And if you ever feel a little bit nervous about where you are in relationship to Christ, read Ephesians 1 again. Og ef maður einhvern tímann í vafa samband sitt við Guð þá lesa bara Efesus fyrsta kapla aftur. I have a couple of things to give to you. Ég með nokkra gjafir. You might be able to change it to a different language if you want later, but Það hægt it's a að nice language. skipta yfir á annað tungumál ef þið viljið. Takk hérlega fyrir með setjast. Pastor Torres, it's you. My wife and I were in the country of Romania. Eiginkona mín og ég vorum í Rúmeníu. We were looking over a piece of land that could be dedicated for a wellness center. Við vorum að skoða land sem gæti verið nýtt undir heilsuhæli. And as we were standing there talking with the owner, Og þegar við stóðum þarna og vorum að ræða við eigandann, a shepherd came up þá kom hirðir yfir til okkar and he stopped in front of us og hann stoppaði fyrir framann okkur and he asked a question. og hann spurði spurningar. Have you seen my sheep? Hefur þú séð kindurnar mínar? We said, no. Við sögðum nei. How many sheep have you lost? Hvað ertu búin að týna mörgum sauðum? 10. 10. How long have you been looking for the sheep? Hvað ertu búin að vera lengi að leita að þessum kindum? At least 15 kilometers. Allavega í svona 15 kílómetra. He was actually going through the woods now where we were, Og nú var hann að fara gegnum skóginn þar sem við vorum. with that donkey pulling him in that cart. Og hann var með þennan asna sem að dró hann á þessari litlu kerru. And when we said no to his question, Og þegar við sögðum nei við spurningu hans, we saw his face drop. og þá var hann sorgmættur á svip, There was a look of sadness in him. það skein sorg út úr hans andliti. And then he went to the Og þá animal sagði hann svona við dýrið and he went into the woods. og fór inn í skóginn. Looking for the lost is an agonizing experience. Að leita hins týnda getur verið erfið reynsla. That particular place that we dedicated Þar sem við vorum að tilenga undir þetta heilsuhæli is now Hergalia.
Það heitir Hergelía í dag. There's a renowned health center in all of Romania. Þetta frægt heilsuhæli í Rúmeníu. So in the place of the lost sheep, there's a health center. Þannig að í staði fyrir týndra sauða þá heilsuhæli. God has interesting ways of how he works. Það athyglisvert hvernig Guð vinnur. Let's pray together as we study seeking the lost. Við skulum biðja saman áður en við rannsökum þetta Our efni. loving Father, Kæri Faðir, in the name of your blessed Son, í nafni þíns blessað sonar who left heaven sem að yfirgaf heiminin to seek the lost, til að leita hins týnda, we pray that you'll bless us as we study. og við biðjum þig að blessa okkur meðan við rannsökum þitt orð. In Jesus' name. Í nafni Jesú Krists. Amen. Seeking the lost. Að leita hins týnda. When you think about that, Þegar við hugsum það, most of us don't know vitum flest ekki how much is actually invested in finding one soul. Við vitum flest ekki hversu mikið lagt í það að frelsa eða finna týnda sál. Just think of it. Hugsið aðeins um The þetta. Son of God left heaven Sonur Guðs yfirgaf heiminin to come down til að koma niður to seek the lost. til að leita hins týnda. At a great, great sacrifice. Þetta var mikil fórn. And most of the time, when we think of seeking the lost, Oft finnst okkur það þegar verið að leita hins týnda, we think of the lost who are lost. þá erum við að hugsa þá sem eru týndir, að þeir séu bara týndir. So if you have your Bibles, open up to Luke chapter 15. Þannig að nú skulum við opna biblíunar okkar og fara í Lúkas 15. kapla. And today I will not focus on so much on the lost, En nú ætlum ég ekki að einblína endilega svo mikið á þann sem týndur, but on the seekers. heldur á þann sem leitar. The first parable there Og fyrsta dæmisagan þarna is of the lost sheep. týnda sauðin. The sheep is lost. Sauðurinn týndur It senses that it's lost, og hann finnur það á sér að hann týndur. but it does not have GPS. En hann ekki með GPS-tæki á sér. When sheep are lost, they're lost. Þegar að sauður týndur, þá hann bara týndur. And those of you who have half sheep know what I'm talking about. Og þið sem sauði eða kindur, þið viti hvað ég á við. I see Pastor Richard shaking his head and his wife. Ég sé að Richard prestur, hann einmitt kinkar kolli They og just konan. are disorientated. They don't know how to find places. Og sauðir, þeir bara dálítið áttaviltir. They know how to get lost, Þau vita hvernig þeir eiga að týnast, but they don't know how to get found. en ekki svo auðvitað með því að vera fundnir. The second one is the lost coin. Og næsta dæmisaga týnda drakmann. The lost coin is lost in the house, Og þessi peningur týndur í húsinu. but it doesn't know that it's lost. En það veit ekki að hann týndur. And so there are people Og það til fólk, who, like the sheep, know they're lost, but they don't know how to find the way. þannig að það alveg til fólk sem eins og sauðurinn sem týnt en veit ekki hvernig á að rata tilbaka. Or, like the coin, they don't know they're lost. Eða þessi peningur sem veit ekki eins og það sé týnt. Is it possible for somebody to be lost in the church? Getur einhver verið týndur inni í kirkjunni? Yes or no? Já eða nei? Yes. Já. Is it possible for somebody to be lost in a home? Getur einhver verið týndur inn á heimili? Yes or no? Yes. Já. Now the last one Nú síðasta sagan is the prodigal son. týnda soninn. He is lost and he knows he's lost, Hann týndur og hann veit hann týndur, but he doesn't want to be found. en hann vill ekki vera fundinn. So what happens? Og hvað gerist þá? The sheep senses his lostness, but does not know how to find the way. Sauðurinn finnur fyrir að vera týndur en ratar ekki heim. The coin is lost in the house and doesn't realize it is lost. Og drakmann, hún týnd í húsinu en veit ekki eins og af því. And the prodigal wants to be lost. Og þessi týndi sonur vill bara vera týndur. And this is one thing you have to say about prodigals. Og þetta eitthvað sem þarf hægt að segja þá sem týndir. They
have to come to themselves. Þeir þurfa að uppgötva það sjálfur með sjálfur sér. When you try to tell a lost prodigal Þegar maður reynir að segja einhverju sem sem eins og týndi sonurinn, what he needs to do, hvað hann þarf að gera, he gets upset þá hann reiður because he feels like he knows what he needs to do. af því að hann finnur alveg hann veit hvað hann á að gera. It's very difficult to reach prodigals Það mjög erfitt að ná til slíkra einstaklinga because they know all the tricks. af því þeir vilja kunna öll trikkin í bókinni. One time there was a man coming to our meeting, Einu sinni kom maður á fyrirlestra hjá okkur, well-dressed man. mjög vel klæddur He looked like a businessman. og hann virtist vera úr fjármálaheiminum And every night he would come og hvert kvöld sem hann and take the quiz envelope þá tók hann þetta umslag sem svarar spurningunum úr fyrri fyrirlestri He would take the quiz and answer it. og hann svaraði þessum spurningum, Then he put it in his pocket. svo setti hann umslagið bara í vasan, And nobody knew his name, engin vissi hvað hann hét and nobody knew who he was. og engin vissi hver hann var. So finally my wife was standing in the back, Svo einu sinni var kona mín, hún stóð aftast and she watched him. og hún fylgdist með honum And she noticed that as soon as he finished with the slip, he put it in his pocket. og hún tók eftir því að alltaf þegar hann svaraði spurningunum þá sett hann umslagið í vasan. So my wife then went up to him, Þannig að þá fór kona mín til hans said, "My name is Carol, what is your name?" og hún kynnti sig, ég heiti Karol, hvað And heitir þú? he was embarrassed. Og hann skammaði He didn't know sig. how to get out of that one. Hann gæti ekki komist út úr þessari klemmu. So we got his name. Þannig að við fengum nafnið hans And we found out og við uppgötum that he was a man who owned a large real estate company, og þetta var maður sem átti stórt fastegna fyrirtæki but he was a prodigal. en hann var þessi týndi sonur And he knew all the tricks og hann kunni öll triksin í bókinni, how to escape. hvernig hann átti að komast undan. But when I showed up at his office, En þegar ég mætti á skrifstofan hans he was shocked þá var hann fyrir áfalli and he began to laugh. og þá byrjaði hann að hlæja. So you finally caught me. Æ, þið náðu mig loksins. Yes. Já, sagði ég. So people who are prodigals know how to slip. Þannig að fólk sem týndi sonurinn getur komist vel úr greipum hans. And you have to pray that they come to themselves. Og það þarf mikið að biðja fyrir þeim þannig að þeir komi til sjálfsins. So today I'm not going to focus on the lost, I'm going to focus on the ones who have to seek the lost. Nú ætla ég ekki að tala svo mikið þá sem eru týndir heldur þá sem að þurfa að leita hins týnda. The shepherd who seeks Nú fjárhirðinin sem leitar places his life in danger. setur líf sitt í hættu. He doesn't know what he'll encounter. Hann veit ekkert hvað hann að verða fyrir. He doesn't know if he will find the animal alive. Hann veit ekkert hvort hann muni finna þetta dýr á lífi. But there's an anxiety Og það einhver svona kvíði. because they recognize that if you don't find the sheep very quickly, Og it could þeir die. gera sér grein fyrir því ef þeir finna ekki sauðinn fljótlega þá getur hann dáið. So the shepherd has this burden, this fear, this anxiety. Þannig að fjárhirðirinn hann með þessa hræðslu hið innra með sér og kvíða. The same thing with the lost coin. Og það sama með þessa týndu drökmu. The woman Konan, has lost a drachma, a coin. já, hún búin að týna drökmunu sinni And it's one of her coins given to her when she got married. Þetta einn af þessum peningum sem að henni voru gefni þegar hún giftist. But her floor is made out of dirt. En það mikið ryk á gólfinu. How many of you have lived in a house with a dirt floor? Hversu mörg ykkar hafi búið í húsi með Any of you? moldargólfi? Yes. So what happens when you drop a coin in the dirt? Þannig að hvað gerist þegar að svona peningur dettur á gólfið þar? And you have to start sweeping very carefully. Þá þarf maður aldrei að sópa og vandlega. Because if you sweep too hard, you sweep the coin away. Af því maður getur líka sópa peningnum í burtu. I know, because I lived in a house with a dirt floor too. Ég veit það þegar ég hef búið líka í húsi með moldargólfi. But again, think of the worry, En hugsið aðeins the áhyggjurnar concern
og að vera svona meðvitaður þetta, that goes into finding something that's lost. sem að fer í það að leita að því sem að týnt The prodigal. Og svo það týndi sonurinn. Think of the anxious father. Hugsaðu aðeins faðirinn sem að var kvíðinn. Just 2 days ago, Fyrir 2 dögum I síðan, was visiting a father þá var ég að heimsækja föður whose son is lost. sem á týndan son. And he decided that he would take a trip to see if he could find his son. Og hann ákvað að fara í ferðalag til þess að athuga hvort hann geti fundið son sinn. I could see in his face the worry. Ég sá alveg á andlitinu hans að hann hafði áhyggjur. I could sense the pain that he had. Og ég gat fundið fyrir þeim sársauka sem hann fann fyrir. He knew his son is someplace, Hann veit að sonur hans einhver staðar, but he doesn't know exactly where he is. en hann veit ekki akkurat nákvæmlega hvar hann So at his expense, Þannig að með sínum peningum he's flying to another country hann að fljúga yfir í annar land with the hopes með þessa von that he could find his son. að hann muni finna son sinn. So there's anxiety Þannig að það kvíði and deep concern and worry. og áhyggjur. Then you can imagine God. Og þá getur ímyndað ykkur Guð When Adam fell, þegar að Adam féll, he went and hid himself. þá fór Adam og faldi sig. And can you try to imagine the woe in the voice of God? Getið þið ímyndað ykkur þennan tón sem að var í röddi Guðs? Adam, Adam, where are you? hvar ertu? It must have tremendously pained the Savior Þetta hlýtur að hafa valdið frelsaranum mikilli sorg to know that his son had been lost. til að vita það að sonur hans var týndur. And worse than that he was hiding from the only one that could help him. Og það versta var að hann var að fela sig fyrir þeim eina sem gæti And hjálpa. so the Bible says, Biblían segir, as a shepherd seeketh out his flock, eins og sauður leitar eins og fjárhirði leitar að sauðum sínum. notice it says, in the day that he is among his sheep, Já, takið eftir því að þann dag sem hann á meðal hinna tvístruðu sauða sinna, so will I seek out my sheep þannig mun ég annast sauði mína and will deliver them. og heimta þá úr öllum þeim stöðum. In every case of the 3 parables, Og í öllum þessum 3 dæmisögum, the sheep is not seeking. þá sauðurinn ekki að leita, The coin is not seeking. brakmann ekki að leita The lost boy is not seeking. og týndi sonurinn heldur ekki að leita, Which means then sem þýðir þá that all of you, að öll þið, if you have found the Lord, að ef þið hafi fundið drottinn, it's not because you found him, ekki að því að þið funduð hann, it's because he found you. heldur út af því að hann fann ykkur. He longs for us Hann þráir að eignast okkur and desires to have us in a safe position. og hann vill hafa okkur á öruggum stað. And so Þannig að a pastor visited a couple. það var prestur sem að heimsótti hjón. He was a new pastor in that district, Þetta var nýr prestur á svæðinu and the pastor was always making sure that he visited his sheep. og presturinn var mjög passasamur og heimsótti alltaf sína sauði. And if there's one thing that pastors always ought to do, Og ef það eitthvað sem að prestar ættu alltaf að gera, to visit his sheep. að heimsækja sauði sína. Notice I didn't say that he may do. Og hann gerði ykkur. A pastor must visit his sheep. Prestar verða og eiga að heimsækja sauði sína. Because it is only when you visit the sheep Því það aðeins þegar þú heimsækir in their home á heimilum that you fólks can sense their environment, the challenges,
and their concerns. þá skynja maður umhverfið og það sem fólk þarf að takast á við og það er áhyggjur sem fólk hefur. Many church members will not tell the pastor that they're in trouble Margir einstaklingar í in the kirkjunni church, myndu ekki segja prestunum ef að þeim líður illa eða er í vanda í kirkjunni, but in their home, en myndu gera það á heimilum they can sínum, open up their hearts. þar sem að þau geta opnað hjarta sitt. So the pastor was visiting. Þannig að presturinn var að heimsækja þetta fólk. Hi, I'm the new pastor in town, Já, sæll, ég er nýji presturinn and I hér came to get acquainted with you. og ég er komin til þess að kynnast ykkur betur. Come on up, pastor. Já, They were sitting on the porch, front porch of the house. já, komdu inn, prestur, sagði þau, og þau sátu þarna á verandinni So they got him a chair, og þau fengu honum stól and they began to talk with one another. og þau byrjuðu að spjalla saman. And finally, the pastor asked a question. Svo spurði presturinn, Do you have any children? eigið einhver börn? And the pastor did not know that he had touched a sensitive spot. Og presturinn vissi ekki að þarna hafði komið við viðkvæma blett. Both father and mother bowed their heads, Bæði foreldrarnir þau beygðu niður höfuð sín and the pastor knew that there was something wrong. og þá vissi presturinn að það var eitthvað að. And the father lifted up his face. Og svo lyfti faðirinn upp andlitinu. Yes, we have a son, Já, við eigum son, but we don't know where he is. en við vitum ekkert hvar hann er. When he was 18, Þegar hann var 18 ára, he announced to us that he was going to go and find work. þá tilkynnti hann okkur það að hann ætlaði að fara að finna vinnu. And he said that he had read in the newspaper that up in Alaska he can make a lot of money fishing. Og hann sagði okkur að hann hefði séð í dagblæðinu að ef hann færi til Alaska þá gæti hann unnið sér inn góðan pening með því að fara að veiða. And the parents said, son, you don't need to go that far away. Og þá sagði foreldrarnir, kæri sonur, þú þarft In ekki fact, you að fara don't need to svona, go at all. þú þarft ekki að fara svona langt í We burtu. love you. Þú þarft ekki einu svona að fara, við elskum If þig. you leave us, Ef þú yfirgefur okkur, you leave an empty spot in our hearts. þá mun vera tómarúm í hjarta okkar. We don't want you to go. Við viljum ekki að þú farir. But Father, I'm a man now. Já, pabbi, en ég er karlmaður núna. I need to go and work. Ég þarf að fara að vinna. I need to make my own way. Og ég þarf að finna minn eigin veg í lífinu. The father said it didn't matter what I tried to say to him. Og það var alveg sama hvað ég reyndi að tala til. He was determined he was going to leave. Hann var einbeittur að hann ætlaði að fara. We begged him. Við bara báðum hann að fara Didn't ekki. matter. En við þrábáðum hann en það And skipti engum máli. the moment that we saw him packing his suitcase, Og svo þegar við sáum að hann var að setja ofan í ferðartöskuna, was like putting a knife in our chest. það var eins og stinga hnífi hjartað okkur. Please don't go. Ekki fara, But sögðu. Dad, I need to go. Já, pabbi, ég verð að fara. So then, the last time we saw him, Þannig að síðast þegar við sáum hann, he was on his way. þá var hann bara á leiðinni héðan. And the last thing he said to us, Og það síðasta sem hann sagði við okkur, I will write to you. ég mun skrifa ykkur. 10 years, Og svo liðu 10 ár not a word. og ekkert einasta orð. We don't know if he's dead or alive. Við vitum ekki hvort hann sé lífs eða liðin. Oh, if he would only just write us a note. Bara maður myndi nú skrifa okkur eitt bréf. If we could only hear that he's okay. Bara við vissum að það væri í lagi með hann. But the anxiety of those parents was heavy. En mikill kvíði þjáði þessa And foreldra. as we were talking, the mother began to weep. Og þegar við vorum að tala um þetta byrjaði eiginkonan að gráta. Oh, if he would only just let us know. Ef hann bara myndi láta vita af sér. And so it is the case with God. Og þannig er það með Guð. Many times we leave God. Oft yfirgefum við Guð, We go out into the world við förum út í heiminn and we don't realize og við gerum okkur ekki grein fyrir the því pain that it brings to the loved one. að við erum að valda honum svo mikið sársöka. So the scripture says Þannig að ritningin segir that a certain man had a son. að maðurinn okkur átti son. And so now we see the prodigal son, Og nú sjáum við týnda soninn, the one who leaves.
þennan sem að yfirgefur with svæðið no intention of ever coming back. á þess að vilja koma nokkuð tíman tilbaka aftur. And it's a horrible experience. Og það er hræðileg reynsla. I wonder Ég velti how fyrir many mér, parents are here. hversu margir foreldrar eru hér inni? Don't raise your hand. Ekki lyfta upp höndum But that endilega. you have sons or daughters En þið sem eigið son eða dóttir who are no longer following in the way that you brought them up. sem eru ekki fylgjandi því sem að þið hefur kent þeim, How does it make you feel? hvernig leið ykkur með það? Happy Eru þið glöð or sad? eða sorgmætt? There's a deep, deep yearning. Það er svo mikil löngun í hið innra. And so it is with God. Og svoleiðis er það með Guð. But listen, for the sake of time, the boy who left Þessi drengur sem fór said to his father, sagði við faðir sinn, give me my portion. gefðu mér arf minn. And that's the way we are. Og þannig erum við. We always want God to give us. Við viljum alltaf fá eitthvað frá Guði. Isn't that true? Er það ekki rétt? How many of you remember when you were young, always asking mom or dad, give me? Munið eftir því þegar voru lítil og voru að biðja mömmu og pappa að gefa ykkur eitthvað. Remember that? Munið eftir því. How many of you, when you got at the age to drive, you said, give me the keys to the car? Munið þegar þið fenguð ökuleifið að voru ekki að biðja foreldra ykkar lyklana á bílnum? Any of you? Einhver ykkar? Yeah, give me, give me, give me. Gef mér, gef mér, gef mér. I remember my mother. Ég man eftir mömmu minni. This is the 5 of us brothers. Þarna eru við 5 bræðurnir. That's me. Þetta er ég, Oh, it was me. eða var ég. And then my brother Freddie, Þetta er bróðir minn, hann Freddy, and Willie, and Hector, and Eugene. Willi, Hector og Eugene. I don't know how my mother did it, Ég veit ekki hvernig mamma fór að þessu. because as a Catholic believer, En þar sem að hún var kaþólska trú, she had this idea that on Easter you had to go to church with something new. og þá hafði hún þessa hugmynd að hún þyrfti að fara í kirkju á páskum með eitthvað nýtt. And she always felt the burden every year to buy 6 new suits. Og hún hafði þetta á herðum sér að þurfa alltaf að kaupa ný jakkaföt á hverju ári With shirt and tie. með skyrtu og bindi. I don't know how she did it. Ég veit ekki hvernig hún fór að þessu. But we had no idea Við höfðum enga hugmynd of the suffering, hversu mikið hún þjáðist, anxiety. hversu mikið hún kveið. All we could think about was, give me. Og það eina sem við hugsum gefðu mér. One time I said to Mom, Mom, give me this. Einu sinni sagði ég við mömmu, gef mér þetta. And exasperation, she said, Og hún svaraði, how can I give you that, my son? hvernig get ég gefið þér þetta svona Do minn? you want me to go out and sell myself? Á ég að fara út og selja mig? We, obviously, as young people, we don't understand the agony of the parents. Við unga fólki, við skiljum ekki þennan sorgsoka foreldrana. We don't know the anxieties that they go through to make sure that we provide this and provide that. But we're always thinking about, give me. Við skiljum ekki þennan kvíða sem foreldrar þurfa að fara í gegnum vegna þess að við viljum bara fá. So the father gave him the living, Þannig að faðirinn, hann lét hann fá sinn hluta eignana and the boy went off. og hann bara fór. The scripture says that he ended up without money Og það endaði með því að hann átti enga peninga and feeding pigs. og hann var að fæða svín And he realized, og sá uppgötvaði hann my dad had servants that are much better off than I am. hve margir eru daglaunamenn föður míns og I hafa will gnægð. go Ég ætla að fara þangað and tell my father, og segja pappa mínum, Father, I'm no more worthy ég er ekki þess verður to be called your son. að heita sonur þinn. And so the scripture says that he goes back. Og þá ritningin segir að hann hafi farið tilbaka, And on the way back, en á leiðinni heim, says his father saw him og þá stendur að pappans hafi séð hann and had compassion og fann fyrir meðöngun and ran. og hljóp. That old man was so anxious to see his boy Þessi gamli maður, hann hlakkaði svo til að hitta son sinn that when he saw his son, og þegar hann sá hann, he just dropped everything and ran and grabbed him and held him and kissed him. og bara sleppti hann öllu og hljóp til hans og faðmaði hann og kyssti. And so it says in the scriptures that heaven rejoices over one sinner that repents. Og ritningin segir að himinin fagnar yfir einum syndara sem iðrast. And so it is true. Og það er satt.
I went to another church, Svo fór ég í aðra kirkju and the head elder was a very, very wonderful man. og safnaðarformaðurinn, hann var mjög góð maður, He and his wife konan hans, owned a nursing home, þau áttu hjúkrunarheimili, so they were quite well off financially. þau höfðu það ágætt fjárhagslega, But I did not know that they had children en ég vissi ekki að það ættu börn. until one day we sat together and we began to talk. Þangað til að við fórum að ræða saman And then he told me the story. og þá sagði hann mér söguna, Yes, we have a son. já, við eigum son. We send him off to school. Við sendum hann í skóla We wanted him to be a pastor. og við vildum að hann yrði prestur. So we made sure we paid for everything. Þannig að við borguðum allt skólagjaldið. All he had to do was study. He didn't have to worry about his housing, his food, his clothing, nothing. Hann átti bara að læra. Hann þurfti ekki að hafa áhyggjur af húsnæði, fæði, fötum, ekki neitt. Then one day he disappeared. Og svo einn daginn hvarf hann. The school informed us that they couldn't find him. Skólinn, hann sagði okkur að þau gátu ekki fundið The hann police looked for him. og lögreglan leitaði hans They couldn't find him. og fund hann ekki. So they assumed he was dead. Þannig að þau gerðu ráð fyrir því að hann væri bara látin. We wept over the loss of our son. Og við grétum yfir því að hann hefði látist. Then, 5 years later, Svo 5 árum síðar, I got a telephone call. þá var hringt í mig, It was our son. þetta var sonur okkar. And he called us to tell us Og hann hringdi í okkur til að segja okkur how much he hated us. hversu mikið hann hataði okkur. And that now he was living a life of freedom. Og að nú lifði hann lífi fyllt frelsi. He was on drugs, he said. Hann var á eiturlyfjum, He drank all that he wanted to drink. drakk bara eins mikið og hann gat He was having a wonderful time. og hann væri að skemmta sér mikið And then he said, I hate you. og hann sagði ég hati ykkur And slammed the phone. og svo skellt hann á. Father said he and the mother just wept. Og pappin sagði að þau hefðu bara grátið, They couldn't believe it. bara gátu ekki trúa þessu. Finally, they found out where he was. Svo loksins fundu þau hann. They were living in Wilmington, Delaware, where our new president comes from. Þau bjuggu í Delaware sem er borg í Bandaríkjunum And he had moved to California, og þá hafði hann flutt niður til Kaliforníu fylkis 3,000 miles away. sem voru svona 3000 mílur frá. And so we had to go to California, Þá þurftum við að fara til Kaliforníu and they asked me, og þau spurðu, we found his address. við fundum Can heimilisfangjan you visit him? til að heimsækja We'll try. og við fórum. So after we finished our business in California, Þannig að þegar við vorum búin að eiga einhver viðskipti í Kaliforníu, I went to the address, já þá fórum við á heimilisfangið, but I couldn't get in. en ég komst ekkert inn. It had one of those iron gates. Það var svona járnhlið, I was about to leave þá var ég það bil að fara when a taxi drove up, og þá keyrði leigubíll framhjá and an old man, og þá kom gamall maður, he had a big stomach, big what? big stomach. He looked like he was pregnant with twins. Já, hann var með stóra bumbu, hann var eins og væri óléttur á tvíburum And he could only just shuffle his feet. og bara gekk svona, Gray hair, gráhærður, very skinny. mjög grannur And on the other side was a young woman. og svo hinum megin var ung kona. So I said to the man, Svo ég spurði manninn, Mister, do you mind if I can look inside to see if the name of the person I'm looking for is? get ég fengið að fara hérna aðeins inn með þér og sjá nöfnin á personum sem búa hérna? And he said, no. Þá sagði hann nei. And I said, well, sir, if it's okay. En er það ekki í lagi? He herra? said, get out of here. Þá sagði hann nei, komdu bara í burtu. I said, but I've come a long way. En ég er búin að koma svo No. óravegu frá. Þá sagði hann nei. So I went to the car. Þannig að ég fór í bílinn And my wife said to me, og þá sagði kona mín, are you going to let him push you around that way? ætlar að leyfa honum að vera svona frekur við þig? So I said, okay, I'll go back. Já, já, allt í lagi. Ég So fyrir tilbaka. I said to the man, Og þá sagði ég við manninn, please, viltu vera svo vætt? I need to see if this person lives here. Ég þarf að sjá hvort þessi einstaklingur And búi he hér. said, who are you?
Og þá spurði hann, hver ert þú? And I told him. Og þá sagði hann það. And who are you looking for? Og hverjum ertu að leita? And I gave his name. Og ég gaf nafnið. I'm him. Ég hann. 34 years old. 34 ára gamall. Looked like a man of 80 years. Hann leit út eins og 80 ára gamall maður. Come on up. So I went up with him. Þannig að ég fór upp með honum. And then he put his feet up on his couch. Og svo sett hann fæturnar upp í sófan. Took his marijuana. Tók marihuana sitt. And blew his smoke in my face. Og blés reyknum framan í mig. And then said, Mister, Og hann sagði, herra, I hate my parents. ég hata foreldra mína. So I tried to talk to him. Þannig að ég reyndi að tala við hann. There was I couldn't get any place with him. Yeah, was it you that you were visiting? You visited him. I visited Já, him. já, ég miskildi. Ég var að tala eins og, ég var að þýða, I was trying to translate like his parents went to visit. No, me. Já. Það var hann sem var að heimsækja. You got it? Yeah. Proceed. Okay. And so he throws a cigarette in my face. Já, Right? hann blés Smoke. framan í mig sígarettureyk. And so then I took my business card Þá tók ég upp kortið mitt and I handed it to him. og ég rétt honum. I said, if you ever need me, feel free to call me. Ef þið vantar hér hverja hjálp, He took my card and threw it down on the floor. þá máttu hringja í mig. I'll never need you, he said. Og hann tók kortið mitt og hendi og Get out of my house. á gólfið og hann sagði, ég mun aldrei þarnast þín og So komdu I þér út. left. Svo ég fór bara. When I got back home, Þegar ég fór heim, I did not want to see the parents. þá langaði mig ekki að hitta foreldrana. What do you tell them? Hvað á maður að segja við þau? And they decided to call me. En þau ákveðu að hringja í mig. And then I had to tell them. Þá þurfti ég að segja þeim. And that mother just wept. She broke down and wept. Og þessi móðir, hún grét, brotnaði niður og grét. And she said, oh, if my boy could only come home. Og ég vildi að sonur minn myndi koma heim. So we can pray. Við skulum biðja. So we prayed. Og þá báðu þau fyrir honum. 2 weeks later, 2 vikur setna, the boy called. þá hringdi drengurinn. And when the boy called, Og þegar að drengurinn hringdi, you want me to catch him for you? á ég að ná honum fyrir. He's having fun. Það er gaman hjá honum. So 2 weeks later, 2 vikur setna, he called þá hringdi hann. and said, I want to come home. Ég vil koma heim. The mother called me up, Pastor, my boy's coming home, my boy's coming home. Og mamma hringdi í mig og sagði, prestur, sonur minn er að fara að koma heim. When he came home, Þegar hann kom heim, the father said to me, þá sagði faðirinn við mig, I didn't recognize my son. ég bara þekkti ekki son minn. I only know he was my son by his identification. Ég vissi bara að væri sonur minn af því að hann sýndi mig skilríkin sín. And you know why he wanted to go home? Og vitið af hverju hann vildi fara heim? Because the young woman he was with kicked him out. Af því að konan sem var með honum, hún hent honum út. And he decided Hann ákvað that he was going to make their life as miserable as possible. og hann ákvað að gera líf þeirra eins ömurlegt og mögulegt var. He demanded that they buy him his drugs. Hann heimtaði að þau myndi kaupa eiturlyfin hans. He cursed them. Hann bölvaði þeim And he was making their life miserable. og gerði líf þeirra ómögulegt. And the father one day said to me, Og faðirinn sagði þetta, Pastor, prestur, I don't think I could pray anymore for my son. ég held ég get ekki einu svona beðið lengur fyrir sinni mínum. I said, Don, Þá sagði ég, Don, you need to keep praying. þú verður að halda fram að biðja. So then about a week later, Svo viku setna, I got a telephone call, 2 o'clock in the morning. þá var hringt í mig klukkan 2 morgunin Pastor, come nóttina. quickly. Prestur, þú verður að koma. I went to meet him in the hospital.
Við fórum að hitta hann á sjúkrahúsinu. The reason why the young man had a stomach like that Ástæðan fyrir því að þessi ungi maður var með svona stóra vömb from his drinking. var vegna þess að hann var búinn að drekka svo mikið áfengi. His liver had been destroyed. Já, lifrin var ónýt í honum. And they had put a tube up to his jugular vein to get rid of the bile. Og það hafði verið sett svona einhvers konar slanga til þess að losna við vökvann úr hennar lifrinni. And finally, one night, Og svo eitt kvöldið he began to throw up blood. byrjaði hann að æla blóði. And he was in the bathroom. Og hann var inn á baðherbyggi. Dad, Pabbi, sagði hann. Dad. Pabbi. And so I rushed to the hospital. Þannig að ég dreif mig á His spítalan. blood pressure dropped down to 0. Og blóðþrýstingur hans fjall niður í 0. And the doctor said there's no hope. Og þá sagði læknarnir það engin No von. way he can survive. Hann getur ekki lifað þetta af. We began to agonize with God. Og við byrjuðum að biðja We mikið fyrir honum. prayed that God would have mercy on him. Og við báðum Guð að miskunna sig yfir hann. And then we asked if we could do something for the boy. Og svo spurðum við, getum við gert eitthvað fyrir hann? So his father used to be a physical therapist, his mother was a nurse, and I was trained in health, so we began to do poultices on the boy. Já, pappans var sjúkraþjálfari, mammans var hjúkrunarfræðingur, ég hef reynslu líka af einhvers konar heilsu geiranum og við byrjuðum að leggja ýmsa grísjur á hann And the blood pressure normalized. og þá lagaðist blóðþrýstingurinn. Finally, he got stable. Svo var hann allt í einu stöðugur They took him out and put him in a private room. og þá var hann settur inn á stofu So I went in one morning to visit him, og einu sinni fór ég og heimsótt hann. and I was surprised. Ég var svo hissa He looked up and his countenance looked different. og andlitið hans leit allt öðruvísi út. Before, he had a very angry, mean-looking face. Áður var hann með svona andlit sem var reitt. This time he had a smile and a pleasant look. Og í þetta skipti var hann brosandi og blíður. And as soon as he saw me, Og svo þegar hann sá mig, he said, Brother Torres. heyrðu, bróðir Torres. I was surprised. Ég var svo hissa. I said, Wayne, what happened? Wayne, hvað gerðist, spurði ég. He said, last night Hann sagði, í gærkvöldi I gave my heart to Jesus. og gaf ég Jesú hjarta mitt. And then he said, Og svo sagði hann, I have been a fool. ég búinn að vera mikill heimskingi I have brought so much pain to my loving parents. og ég búinn að valda foreldrum mínum svo mikinn sársauka. Pastor, pray Vilt þú biðja fyrir mér that I could live að ég geti lifað so that I could show my parents svo ég geti sýnt how foreldrum mínum sorry I am for what I've done to them. hversu sorgmættur og leiður ég yfir því sem ég hef gert þeim. So we prayed. Svo við báðum saman. Then I called the parents. Svo hringdi ég í They foreldrana. couldn't believe it. Þau bara gáðu ekki They trúið. immediately rushed to the hospital. Hlupu yfir á sjúkrahúsið And what joy there was in embracing their boy og hvílík gleði það var að koma og faðma son sinn who had been lost sem að hafi verið týndur and finally was found. og var núna fundinn. 2 days later, 2 dögum seinna I went to visit him. þá fór ég að heimsækja hann And he had a book on his chest, og þá var hann með bók yfir bringuna Ministry of Healing. sem að heitir Ministry of Healing eða vegurinn til heilsu. So I touched him. Og ég snerti við honum Wayne, og sagði, Wayne, it's the pastor. þetta er presturinn hér No motion. og hann hreyfði sig ekki. I touched him again. Kom við hann aftur No response. og það var ekkert sem að koma á móti. He was dead. Hann var dáinn. The pain that goes through the heart of those who have somebody lost Þessi sársauki sem fer í hjarta fólk sem á eitthvað sem er týndur. the pain that goes through the heart of God, Og þessi sársauki sem fer í gegnum hjarta Guðs so many lost children. yfir svo mörgum týndum börnum. And I think you could agree with me Og ég held að þið geti verið sammála mér það. that pain is something that nothing can satisfy Að þessi sársauki er eitthvað sem að ekki neitt getur lagað. until Þar Yes. til
there's a change in the heart of those who are lost. Þar til að hjarta breytist hjá þeim sem eru týndir. So too, this afternoon, Þannig að núna í þessu eftirmiðdegi, there's joy in heaven það er gleði á himnum that you've come back. að þið eru komin tilbaka aftur. There's joy in heaven that you chose to give yourself to God. Að þú valdir að gefa þitt líf Jesú. There's joy in your Father's heart Og það er gleði í hjarta föður þíns that you've come back to. að þú er komin til hans. But there are those of you here Og þið sem eru hér that the Lord is after you. og að drottinn hann er að leita ykkar, He's seeking to save you. hann er að leitast við að bjarga ykkur, But sometimes we allow things in our lives to keep us at a distance. en stundum leifum við hlutum í lífi okkar að halda okkur í fjarlægð Oh frá yes, Guði. we think we have good reasons. Já, við höldum að við höfum góðar ástæður, But listen, en athugið, it's nothing that brings greater joy to the heart of a parent when the child immediately decides to come back. það er ekkert sem að gefi foreldri meiri gleði eins og þegar að barnið segir leið, já, ég vil koma aftur. That's why God says, Þess vegna segir Guð, my son, sonur minn, my daughter, dóttir mín, give me your heart. gefðu mér hjarta þitt. So this morning, Þannig núna í dag, I want to find out from you. þá vil ég sjá frá ykkur, Are there some of you who have children who are lost someplace? einhver ykkar sem eigið börn sem eru týnd einhver staðar? And this morning you would like to include them in prayer and say, God, bring back my son, my daughter. Og viljið þið að beðið verði fyrir þessum börnum og að þau megi koma aftur? Any parent that would like to lift up their hands? Einhver foreldrar sem vilja lyfta upp höndum? Any parent? Yes, my son. Bring back my boy. Já, komdu með son minn tilbaka, Bring back my girl. dóttir mína, Bring back my brother, bróðir minn, my sister, systir mína, my father, my mother. faðir minn, móðir mína. And so when we decide to come back, Þannig að þegar við ákveðum að koma tilbaka we aftur, bring great joy to our Father. þá gerum við Guð föður svo glaðan. And so perhaps there are some of you here Einhver hér inni who yourselves need to come back. Að þið þurfið að koma aftur til hans And right now, og núna, as God's Spirit is speaking to you, eins og andi Guðs tala til ykkar, you want to say to God, að þú viljir segja við Guð, I'm coming home. ég ætla að koma heim. And you'd like to lift up your hand to that. Ef að þið viljið lyfta hendi ykkar Lord, I'm coming home. og segja með því, drottinn, ég er að koma heim. Would you lift up your hand right now? Viljið þið lyfta upp höndum? Lord, I am coming home. Amen. Are there others that like to lift up your Eru hand? fleiri sem vilja rétta upp hend? Why hold back from giving yourself to God? Af hverju að halda aftur á sig til að gefa Guði? He longs for you. Hann þráir að vera með ykkur. He wants you. Hann vill ykkur. Will you give yourself to Him? Viljið þið gefast honum? Is there another who would like to lift up their hand? Einhver annar sem vill lyfta upp hendi? Anybody? Einhver? God bless you, my son. Guð blessi þig, sonur. Anybody else? Einhver annar? Time to go home. Komin tíminn til að fara Time to heim. give your heart to God. Það er komin tíminn til að gefa Guði hjarta sig. Time to stop running from God Það er komin tíminn til að hætta að hlaupa frá Guði and to give yourself to Him. og gefast honum. I'm not saying that you're going to get baptized. Ég er ekki að segja að þið þurfið að skýrast. I'm asking if you give your heart to God today. Ég er bara að spyrja, viljið gefa Guði hjarta ykkar Will í you dag? raise your hand for that? Viljið rétt upp hönd fyrir það? Amen. 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 Are there others who Eru need to fleiri? lift up your hand? Sem vilja rétt upp hönd? Amen, my sister. Amen, systir. Are there others? Eru fleiri? But let's finish this way. Við skulum ljúka þessu Those of þannig. you who have lifted up your hand, Þið sem hafa rétt upp hönd, would you come up and join me so we could pray together? viljið koma og við getum beðið saman? And those who have children who are wayward, Og þið sem eigið börn sem hafa leiðist af leið, that you want your children to come back, að þið viljið að börnin ykkar komi, would you come up and represent your children here? viljið koma þá hér og biðja fyrir þeim? Would you be willing to say, Lord, Ef þið viljið segja, drottinn, my children, myself,
börnin mín, ég, my brother, my sister. bróðir mín, systir mín, I want them to come home. ég vil að þau komi heim. There are others who would like to come up. Eru fleiri sem vilja koma? And there's still others. Eru fleiri? You may be visiting the church today for the first time. Þið eru kannski að heimsækja þessa kirkju í fyrsta skipti You're welcome to respond. og ykkur er líka velkomið að svara. You're a child of God. Þið eru börn Guðs. God is appealing to you as well. Guð er líka að kalla ykkur. Why not give yourself to Him Hví today? ekki að gefast honum í dag? There are yet others. Eru fleiri? Amen. Pray together. Við skulum biðja saman. Our Heavenly Father, Himneski Faðir, forgive us þú fyrirgefa okkur when we have been thinking about ourselves þegar við höfum verið að hugsa okkur sjálf and have given no thought to the pain that you go through, og höfum ekki hugsað þann sársauka sem þú þarft að fara í gegnum. seeing us wandering, turning away from you. Þegar að þú horfir á okkur snúast frá þér, How often you would do all you could, but we have not allowed you. hversu oft hefur þú ekki viljað gera allt fyrir okkur en við höfum ekki leyft þér. And here we stand. Og hér stöndum við, Oh God, do for us Drottinn, viltu gera fyrir okkur what we cannot do for ourselves. sem við getum ekki gert fyrir okkur sjálf. Help each one of us. Viltu hjálpa okkur? Give us the grace that we need Viltu gefa okkur þá náð sem við to þörfnumst turn to you. til að geta snúið til þín? If we're prodigals, Ef að við erum týnd, then help us to come to ourselves hjálpa okkur þá að koma til sjálfs okkar, and come to you. að koma til þín. For we know that you, like the Father, waiting with open arms, longs to have you. Við vitum að þú eins og faðirinn í sögunni, þú þráir að taka á móti okkur. And our children, Og börnin okkar, oh God, wherever they are, hvar sem þau eru, Drottinn, speak to them. talaðu til þeirra. Draw them to you Vilt þú leiða þau til þín and save them. og vilt þú frelsa þau? And bless all of us. Vilt þú blessa okkur öll? Help us to be faithful and true. Vilt þú hjálpa okkur að vera sönn? Help us to bring an end to the pain that we bring to your heart. Vilt þú hjálpa okkur að hætta að valda þér sorg? Embrace us Vilt þú faðma okkur and save us. og frelsa okkur? We pray it in Jesus' name. Við byggjum í Jésu nafni. Amen. Amen. Please return back to your seats. Fáið ykkur sæti And I'm going to ask my ushers og ég ætla að byggja safnaðarþjóna just to give a decision card to all of you. að rétta öllum ákvörðunarblað. Can you do that just now? Getið þið gert það núna? And as you pass those out, Og þegar þið gerir það, we're going to sing the final hymn. og þá ætlum við að syngja þennan sálm á meðan. Can you do that just now? Getið þið gert það? Can you take these cards? Can you fill them out Getið þið, kæra fólk, fyllt út þessa miða and return it back to us? og skila þeim í körfurnar? And if you need prayer, Og ef þið þarfnist bænar, or you need prayer for your son, your daughter, ef þið þurfið að beðið sér fyrir dætrum would ykkar eða you sonum, write that down? getið þið skrifa það líka niður And then the church will pray for those names. og kirkjan mun biðja fyrir þessum nöfnum. Let's sing our final hymn. Skulum syngja lokasálminn. Let us stand together.
Son, Faðir, í nafni Jésu Krist, sonar þíns, who left heaven to seek us. sem að skildi himnaríki eftir til að koma til May our okkar. commitment to you today bring joy to your heart. Mætti það vera þegar við gefumst þér að þú megi gleðjast vegna þess. And as we're standing here today, Og það sem við stöndum hér í dag, that we stand in your kingdom mættu við einnig standa þannig í konungríki with þínu complete families. sem heil fjölskylda. Thank you so much Ég þakka þér for your love. fyrir kærleika þinn. And bless us, we pray. Við biðum með blessun þína In Jesus' name. í Jésu nafni. Amen. Please be seated. Fá ykkur sæti. Can the ushers pick up those cards, please? Já, safnar þjónar, getið þið tekið saman öll bréfin sem að Can you pick up those What, Rick? cards? Can you fill them out and pick them up? Þá erum við með nokkra tilkynningar og ég ætla að byrja því að segja að þetta er annar lestur af flutningi safnaðarbréfs. Hann Seth Sutherland hefur óskað eftir því að flytja safnaðarbréfið sitt. Hann Seth Sutherland hefur óskað eftir að flytja safnaðarbréfið sitt úr kirkjunni sinni í Bandaríkjunum í Hafnarfjarðarsöfnuð og þetta er þá annar lestur. Þið sem eru meðlimir með þessa kirkju, ef þið sammála og samþykki það, viljið þá rétta upp hendi. Er ykkur ósammála? Þá bara bjóðum við hann velkominn í hennar söfnið. Við erum með heyrið mér prófa þennan það